En ég kom með góða dömu til mín á línuna sem að ég held að sé búin að sitja alveg sveitt við það að undirbúa konudaginn sem að framöndan en það er hún María Steingríms hjá Fjallkonunni. Góðan og blessaðan daginn. Komdu sæl. Er það ekki þannig að konurnar eru nú alveg duglegir í að vita hvernig á að undirbúa fyrir konur? Ég hefði nú haldið það. Er það ekki? Jú, maður svona reynir að gera þetta bara eins og maður sjálfur myndi vilja fá það. Já, ég það ekki. Hvað verður í boði hjá ykkur fyrir konudaginn? Sko, konudaginn sjálfan, sem er náttúrulega á sunnudaginn, þá ætlum við að vera mættar hérna og búin að opna klukkan 8 sunnudagsmorgninum og verðum til 1 og erum að bjóða morgunverða diska fyrir konuna. Já. Þannig að diskur ná eiginlega að vera og verður þannig að eina sem bóndinn þarf að gera er að hella upp á kaffi. Annað er allt klárt. Þannig að það er að bara hafa fyrir þessu fyrir þá svolítið. Já, nákvæmlega. Létta lífið. Já. Þannig að það er að skella sér í Sjafnarblóm og fá sér blóm og koma svo yfir til ykkar og sækja sælkerrudisk. Já, akkurat. Það gæti ekki verið flottara. og það verður svona sitt lítið hverju á disknum. Þannig að hún ætti nú að verða vel sött og sátt. Og við verðum með þarna sem að tala hvað verður á disknum eru morgunverða pilsur, melóna, árborgaskinka, brauðbollur, biblíukaka og svona sultur og rjómaástur til þess að smyrja með, sílungur, ostar og ólífur. Þannig að það ætti að vera svona fyrir eitthvað sem að henta flestum myndi halda. Já, ekki leiðilegt maður fann að fá vatn í munnin bara. Já, nákvæmlega. Svo erum við líka með, náttúrulega ef að bóndinn vil líka vera aðeins meiri greifi og hafa þetta flottara, að þá erum við með flotta gjafa póka frá Dr. Hoska sem eru fínu lífrænu snyrtuvörurnar sem við erum með hérna í Fjallkonunni. Og er ég nokkuð viss það að engin kona eru spæld að fá svoleiðis gjöf. Heldur betur ekki. En er svo opið hjá okkur á morgun líka? Já, það verður opið frá 1 til 4 á morgun. Já. Og þá erum við náttúrulega bara til þess að taka vel á móti þeir sem að hafa langar að lengja í helginni líka. Já. Eða deginum sjálfum, eða maður að segja. Nákvæmlega. Og þá er náttúrulega eins og kannski flestum er orðið kunnugt ýmislegt gott gúmmulað í boði hér. Man finnst svona hálfpartin eins og það sé í rauninni gert meira úr konudeginum heldur bóndadeginum. Ég veit samt ekki alveg hvort ég er að hafa rétt fyrir mig með þetta, sko. Nei, ég er kannski ekki alveg viss, en bóndadagurinn er kannski pínulítið hefðbundnari. Hann er aðeins öðruvísi? Já, hann er aðeins öðruvísi, það er rétt. Það er svolítið fast að það er eiginlega svolítið mikið horft bara eingöngu kannski í þorramatinn sjálfan. Já, akkurat. Og meira kannski svo hjá okkur er náttúrulega farið út í aðeins kannski meiri dekur og dúlleri í kringum okkur konunnar. Já, akkurat. En svo náttúrulega er febrúar mánuður orðið svona stór mánuður svona í þessu náttúrulega Valentínusardagurinn líka. Já, akkurat. Nákvæmlega. Hann er ekki það, ég held líka kannski það sem gerist oft í febrúar að sólin er farin að hækka aðeins meira og það er aðeins farið að svona létta svolítið lundin aftur. Já, maður einmitt tekur eftir því það er orðið bjart til bara 7 eða eitthvað núna. Það var alltaf að vera lengjast aðeins svona eins. Já, og þá kannski líka bara fer svolítið á stað hjá okkur og okkur langar orðið að gera eitthvað aðeins meira og degra aðeins við okkur og svona. Þannig að það getur vel verið að það spili kannski eitthvað inn í þetta líka. Já, það er aldrei að vita. Aldrei að vita. Við erum náttúrulega alltaf gaman að gera eitthvað gott og vera góður við hvort annan. Nákvæmlega. En María, gaman að heyra í þér hvert strákana til að kíkja til ykkar á sunnudagsmorgunin, 1 og 4 morgun og svo sunnudaginn frá 8 til 1. Já, endilega, og það sem ég ætla líka að benda á er að þetta verður ansi skemmtilegt hérna hjá okkur því að við ætlum að láta kallana okkar afgreiða. Já! Ég meina, þetta er konudagurinn. Mér finnst þetta frábær hugmynd. Frábær hugmynd. Þannig að þeir verða hér í afgreiðslunni. Taka vel á móti kallana. Lístu vel á þetta. Tek ofan fyrir þeim. Já.
tek ofan fyrir þeim. Já, skal skila því. Frábær hugmynd, gaman að heyra í þér María og ég hvet alla til þess að kíkja á diskan hjá okkur. Takk fyrir það. Allt er fína. Já, bless.